Það Óli, mikilvægur sigur í kvöld. Já, heldur betur. Já, ekkert meira um það að segja? Nei, þetta er bara hörku sigur og bara, þú veist, bara ég, sko, það er erfitt að, maður veit ekki hvað maður að segja strax eftir leik, sko, en ég hef ekkert að segja. Ég þarf að skoða þetta aðeins betur og aðeins að melda þetta bara. Já, þetta var allavega leikur. Síðasta leikur var hérna föst frá upphafi. Þið náðu þetta góðu forskoti í fyrsta leikluta og litu aftur tilbaka. Núna, góðir strákar. Ekki mál. Núna hérna var það jafntefnistíman og þú hlýtur samt að hefur býsna öruggum með þig að leiðin inn í síðasta leikluta með jafnarleik því að þú með reynsluna þín megin. Já, auðvitað, mann líður náttúrulega ágætlega en þú veist, þetta er erfiður heima, þetta er mikið læti og þvílík stemning og Haukarnir voru að spila hrikalega vel þannig að auðvitað fór hann á nokkrum tímapunktum. Mér fannst þið svona, voru 9 stig yfir á tímabili, mér fannst þið svona vera að ná ágætistökum á leiknum og þá skora þær hérna bara 9 stig í röð á okkur held ég og jafna leikinn sko. Nú áttu þið alltaf svör með Dagbjörtu og í hornunum, Dagbjörtu og hver er hinn? Halli og Gugga. Já, í hornunum. Tók ekki mikið þátt í leiknum en þegar hann kom til þeirra boltinn þá settu þeir hann. Það vita bara nákvæmlega hvað það er að gera og hvað það er að vera og við erum búin að tala um þetta miljónsinnum að vera tilbúin að grípa og skjóta og þegar boltinn kemur og svo kvörta það líka bara vel í eyðurnar og það kunna leikinn skilur. Þannig að það vissalega hvernig þetta skjóta sko. Enda Kíana með 7 stig sem að lítið með við hana. Haukavörðin gerði mjög vel gegn henni. Hún er náttúrulega bara þannig leikmaður að ef hún er tvítökuð þá finnur hún bara næsta mann. Henni er alveg saman hvort hún skorið 7 stig eða 20 stig, það skiptir hana engu máli. Hún er bara þannig gerða að það er nummer 1, 2 og 3 og það er að vinna leikinn sko. Er Íslandsmeistaratitil á Hlíðarenda næst? Það stefna. Það stefna. Takk.